Og þegar hér komið fyrstu 7 vikurnar, það 70 sinnum 7 sjöundir, eða 49 árin, þær fóru til að endurbyggja Jerúsalem, þetta bara svona rifið upp. Næstu 62 vikurnar, 434 árin, bættust við til að byggja upp alla innviði þjóðarinnar, samtals 69 vikur eða 69 sjöundir. Í síðustu sjöundinni af þessu 70, eða í miðri vikunni, þegar 3,5 ár voru eftir að 490 ára náðartíma ísraelsku þjóðarinnar, var hinn smurði, þar að segja Jesús Kristur, afmáður, krossfestur. Og nú sjáum við þarna á tjaldinu, það eru fyrstu 49 árin byggja musteri. 434 ár til að byggja borgarmúrana og reyndar alla innviði þjóðarinnar. Og í síðustu sjöundinni eða síðustu 7 árunum, af þessum 490 árum, þá var Kristur þar á meðal þeirra. Og þeir tóku hann af lífi þegar hann var búinn að vera að kenna og boða í aðeins 3,5 ár. Þá voru bara 3,5 ár eftir. Það endaði þegar Stefán Píslavottur var tekinn af lífi. Hann var tekinn af lífi, en þar sýnist mörgum biblíuskýrendum sem þekkja þetta mjög vel að 490 árin hafi endað. En 490 árin var byrjunartíminn á 2300 árunum sem að Daniel fekk sýn og við förum þá yfir í 8. kafla hjá Daniel. Sjáum við hvernig það nauðsynlegt að fara yfir í Gamla testamentið til dæmis til að fá útskýringar á ýmsu í Åpenbarunarbókinni. Jæja, í 13. versin í 8. kafla hjá Daniel segir: þá heyrði ég heilagan tala og annar heilagur sagði við hinn sem talaði: hvað á hún sé langan aldur þessi sýn? Daglega fórn og hinn hræðilega glæp. Hræðilega glæpurinn, það var krossfestingin. Að krossfesta frelsarann. Og hinn að daglega fórn, þá voru fórnir daglegar og hvern einasta degi allt árið í kring, kvölds og morgna. Þessar fórnir voru eins og skuggi þess sem koma átti. Þetta voru vísbendingar sem Guð gaf Ísraels þjóðinni í myndmáli. þar sem að dýrum var fórnað, eins og lambi, og Kristur var sagði að vera lamb Guðs, var fórnað til þess að beina athygli okkar mannana að því þegar sonur Guðs yrði sendur eins og umkomulaust hjálparvana lamb sem leitt til slátrunar af mönnum. Og frá því hann framselur helgidómi, segir áfram, og herinn, svo hann verði niður tróðinn, sem sagt, allt verður brotið niður á ný í Ísrael. Og hann sagði við hann, þetta það sem lykillinn að því að skilja litlu bókina í 10. kafla Åpenbarunarbókarinnar, sem ég að koma að núna. Og hann sagði við hann, 2300 kvöld og morgna, með öðrum orðum, jafnmargir dagar, 2300 dagar, sem tákna 2300 ár. Og þá mun helgidómurinn aftur verða komin í samt lag. Nú erum við komin á vonbrigðunum miklu árið 1844. Því að ef við reiknum 2300 kvöld og morgnar, eða jafnmörg ár, frá því að 490 árin byrjuðu, á tíma Persakonungs, þegar hann hleypti Ísraelsmönnum aftur heim eftir 70 ára útleiðina, þá eru það 2300 ár til ársins 1844. Þá gerðist eitthvað mjög merkilegt hér í mannheimi og við erum að koma að því. Nema að þegar að menn lásu, ég að tala kristið fólk í ýmsum trúfélögum, meira að segja kaþólikkar og lúterstrúamenn og margir aðrir, þegar þeir lásu þennan spádóm í Daníelsbók 8. kafla og 14. vers, þá töldu þeir að helgidómurinn sem þarna átt að setja í samt lag, að vera hreinsaður með öðrum orðum af allri synd. Þá hlyti það að gerast þegar Kristur kemur aftur. Þetta var niðurstaða sem að kristnir menn sem lásu mikið í Biblíunum komast að niðurstöðu. Og það er ósköp eðlilegt að þeir héldu að þetta væri meiningin á því að setja helgidóminn í samt lag. Og þeir héldu að það sem að Guð situr í hásæti sínu hið efra, að þá helgidómur hans hér hið neðra,
helgidómur sem átti að hreinsa. En það var ekki helgidómur hér á jörðu sem átti að hreinsa. Þegar að 490 árin enduðu, þá var búið að eyðileggja musterið á jörðu. Svo það þurfti ekki að fara að hreinsa þann helgidóm. Svo að þetta átti við allt annar helgidóm og við komum að því betur. Ég ætla að útskýra það hér svona bara á fátæklegan hátt eins og ég hef sett það hérna upp á þetta línurit, að fyrsta súlan er byrjunin á 490 árunum en líka 2300 árunum. Svo í lok, það var 1 vika eftir að þessu 490 árum eða 7 ár eftir að þá kemur Kristur fram á sjónarsviði og það sem við sjáum krossinn eða plusmerkið, þar er hann krossfestur í miðri síðustu vikunni að þessu 490 árum. Og þarna næsta súla á eftir á að tákna þegar að Stefán píslavotur var krylltur til bana og þar með hófust gríðarlegar ofsóknir gegn kristnum mönnum, gegn lærisveinunum og svo framvegis.